Game-kapphlaupið var einn frægasti hluti kalda stríðsins. Það var keppni milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna að sýna hvor þjóðin væri tæknilega, vísindalega og hernaðarlega sterkari. Þetta snerist ekki bara geiminn sjálfan. Þetta snerist líka völd, áróður og það að sýna heiminum hvort ríkið væri með meiri yfirburði. Sama tæknin og gat sent sprengjur langa leiðir gat líka sent hluti út í geim. Þess vegna tengdist game-kapphlaupið beint þróun eldflauga eftir seinni heimsstyrjöldina. En þessi saga ekki bara saga tvö ríki, hún líka saga tvo menn. Sergej Korolev í Sovétríkjunum og Wernher von Braun í Bandaríkjunum. Þeir unnu fyrir andstæð stórveldi, en báðir höfðu gífurleg áhrif á það hvernig mannkynið komst út í geim. Wernher von Braun versus Sergej Korolev. Fight to the death. Who will win? Game-kapphlaupið var í raun keppni það hvor hliðin gat sýnt fram á meiri tæknilega getu og ef þú gat sent mann eða gervitungl út í geiminn þá sýndirðu að þú hafði þróaða eldflaugatækni. Þess vegna var geimurinn svo stór þáttur í kalda stríðinu. Uppruni game-kapphlaupsins liggur að miklu leyti í seinni heimsstyrjöldinni. Í Þýskalandi var þróuð VAF-2 eldflaugin fyrsta langdræga stýriflaugin í heiminum. Eftir stríðið reyndu bæði Bandaríkin og Sovétríkin að ná í vísindamennina, tæknina og gögnin á bak við þessa þróun. Wernher von Braun var eitt af þessum vísindamennum. Hann hafði unnið að VAF-2 fyrir Þjóðverja, en eftir stríðið fór hann til Bandaríkjanna og varð síðan einn mikilvægasti verkfræðingur bandaríska game-prógramsins. Á sama tíma voru Sovétríkin að byggja upp sitt eigið eldflaugakerfi, þar sem Sergej Korolev varð lykilmaður. Þannig var grunnurinn að game-kapphlaupinu í raun lagður áður en fyrsta gervitunglið fór á loft. Það nefnilega merkilegt að tveir af aðalsmönnunum í game-kapphlaupinu komu úr svo ólíkum heimum. Von Braun kom úr þýska hernaðarkerfinu en Korolev kom úr sovétsku kerfi sem hafði meira segja fangeftur hann. Samt urðu þeir báðir lykilmenn í því að gera geimferðirnar mögulegar. Sergej Korolev var sovétskur verkfræðingur og aðalhönnuður sovétska game-prógramsins. Það sem gerir sögu hans svona dramatíska það að hann var handtekinn í hreinsunum Stalins og sendur í Gúlagið. Seinna var hann þó kallaður aftur til starfa vegna þess að Sovétríkin þurftu á þekkingu hans að halda. Eftir stríðið vann hann að þróun sovétskra eldflauga og varð maðurinn á bak við marga fyrstu stóru sigra Sovétríkjanna í geimnum. Samt vissi almenningur lítið hann því nafn hans var lengi haldið leyndu. Hann var einfaldlega kallaður Chief Designer. Korolev var líklega mikilvægasti einstaklingurinn í sovétska game-prógraminu. Án hans hefði verið mjög erfitt fyrir Sovétríkin að ná þessum fyrstu risasigurum. En það skrítna var að allur heimurinn vissi hver Gagarin væri, á meðan að enginn vissi hver maðurinn sem hjálpaði honum að komast þangað væri, Korolev. Þann 4. október 1957 skutu Sovétríkin á loft Sputnik 1, fyrsta gervitungl heims. Það var stærð við strandbolta, vó 83,6 kíló og tók 98 mínútur að fara einn hring í kringum jörðina. Þetta markaði upphaf geimaldarinnar og olli miklu áfalli í Bandaríkjunum. Sputnik var svo mikilvægt vegna þess að þetta var ekki bara tæknilegt afrek, þetta var líka pólitískt sjokk. Bandaríkjamenn sáu að ef Sovétríkin gátu sent gervitungl á braut jörðina, þá gátu þeir líka hugsanlega sent vopn langar leiðir. Aðeins mánuður síðar sendu Sovétríkin Sputnik 2 með 100 læku borð. Hún var fyrsta lífveran á braut jörðina. Það mikilvægt skref fyrir framtíðargeimferðir manna, þó sagan sé líka grimm fyrir læku því hún lifði ferðina ekki af. Læka var síðan næsta skref. Sovétríkin voru að prófa hvað gerðist þegar lifandi vera fór út í geim. Þannig var safnað upplýsingum sem áttu eftir að skipta máli þegar sendir voru menn út í geim. Þann 12. apríl 1961 varð Júrij Gagarin fyrsti maðurinn í geimnum þegar hann fór með Vostok 1 á braut jörðina. Ferðin tók allt 108 mínútur og gerði Gagarin að heimsfrægri hetju. Þetta var kannski stærsti sigur Sovétríkjanna í allri byrjun game-kapphlaupsins. Fyrir Sovétríkin var þetta sönnun á því að þeir væru fremri á þessu sviði. Fyrir Bandaríkin var þetta enn eitt merki að þeir væru að dragast aftur úr.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gagarin var táknmynd sovétsks árangurs. Hann var ungur, brosmildur og fullkominn fyrir árangur, en á bak við þetta stóð ennþá Korolev, en hann var ennþá falinn að mestu frá almenningi. Eftir spútningu Gagarin var ljóst að Bandaríkin þurftu stærra svar. Þann 25. maí 1961 lýsti John F. Kennedy því yfir að Bandaríkin skyldu stefna að því að lenda manni á tunglinu og koma honum heilu og höldnu aftur til jarðar áður en áratugurinn væri úti. Árið 1962, í frægri ræðu við Rice University, sagði Kennedy svo orð sem urðu táknræn fyrir alla geim-áætlunina. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Með þessu var hann að segja að erfiðleikarnir væru einmitt ástæðan fyrir því að verkefnið skipti máli. Wernher von Braun varð einn af helstu verkfræðingum í NASA og hafði lykilhlutverkið í þróun Saturn V, risastórar eldflaugar sem gerði Apollo-ferðirnar mögulegar. Á meðan Korolev hjálpaði Sovétríkjunum að komast í forystu, varð von Braun einn af þeim sem hjálpuðu Bandaríkjunum að vinna endasprettinn. The space program is designed to benefit mankind. Það sem gerir samanburðinn svo áhugaverðan að Korolev og von Braun voru báðir snjallir verkfræðingar, en þeir störfuðu í mjög ólíkum kerfum. Korolev vann í leynd undir mikilli stjórnun, en von Braun var hins vegar opinber persóna í Bandaríkjunum og tákn fyrir tunglverkefnið. Árið 1966 lést Sergei Korolev. Dauði hann svo mikið áfall fyrir sovéska geim-prógrammið því hann hefði verið maður sem hélti að miklu leyti saman. Margir telja að eftir þetta hafi Sovétríkin misst mikilvægan kraft og skipulag. Bandaríkin héldu á sama tíma áfram með Apollo áætlunina og árið 1969 lenti Apollo 11 á tunglinu og Neil Armstrong var fyrsti maðurinn til að ganga þar. Þetta er almennt talið stærsti sigur Bandaríkjanna í geimkapphlaupinu og stundin þegar þeir náðu yfirhöndinni. Tungllendingin var ekki bara stór stund fyrir Bandaríkin, heldur fyrir allt mannkynið. En í samhengi kalda stríðsins var hún líka pólitísk yfirlýsing. Bandaríkin höfðu náð því markmiði sem Kennedy hefði sett fram og unnið stærsta táknræna sigurinn. Geimkapphlaupið hætti ekki allt í einu, heldur fjaraði það út. Eftir tungllendinguna 1969 hafði helst táknræna markmiðinu verið náð. Árið 1975 tengdu svo bandarísk Apollo-far og sovésk Soyuz-far saman í geimnum. Það var oft notað sem táknrænn endir geimkapphlaupsins, þar sem samkeppni fór að breytast í samstarf. Áhrif kapphlaupsins voru samt langt umfram kalda stríðið. Það hraðaði þróun í rafeindatækni, fjarskiptum, eldflaugakerfum og gervitunglum. Geimkapphlaupið breytti því ekki bara sambandi ríkja við geiminn, heldur líka tækninni sem fólk notar á jörðinni. Þótt geimkapphlaupið hafi byrjað sem pólitísk samkeppni, þá leiddi það líka til raunverulegra framfara í vísindum og tækni. Það er svolítið kaldhæðnislegt að barátta á milli stórveldanna hafi hjálpað mannkyninu að skilja geiminn betur. Apollo 11 tók 3 daga að ferðast frá jörðinni til tunglsins eftir að það var skotið á loft. Það var mikilvægt fyrir heiminn því að það sýndi að mannkyni gat náð áður óhugsandi markmiðum og markaði stórt skref í vísindum og geimrannsóknum. 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9,
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Shadow. 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds. Forward, drift. Contact light. Okay, engine stop. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're going to be busy for a minute. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. It's one small step for man. One giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Tranquility Base, Houston. Guidance recommendation is pings, and you're cleared for takeoff. Roger, understand. We're number 1 on the runway. 7, 6, 5, engine arm ascent. Beautiful. Very smooth. Very quiet ride. Apollo 11, this is Hornet, over. Apollo 1,